Þetta er bara Tímavarp með Tóna og Tótó. Velkomin í Tímavarp með Tóna og Tótó. Já. Þriði þáttur, orðið á götunni, það sem ég er búin að heyra, er að þetta sé besti þáttur hingað til. Þessi þáttur núna sem við erum að taka upp, verður besti þátturinn. Já, og sé það bara nú þegar. Vá. Bara einni Ég er ekki búin að heyra það, sjálfur. En þetta verður kannski skrýtið þáttur því við erum að taka þetta upp eldsnemma morgun. Já, við lítum út á gluggann og sjáum mjólkurmær vera að mjólka kýrna. Klukkan er 11:11. Hún er 11:11. morgunin. Já, fyrir hádegi og þú ert bara hérna. Ég þurfti að vakna klukkan 10. Fyrir þá sem þekkja ekki Tónaling, þá hefur hann aldrei á ævi sinni vaknað fyrir hádegi. Þetta eru aldrei gerst nokkuð tímar áður. Ekki nema þeir í tökum þú veist, ég er yfir þetta að vakna svona upp úr þetta. Já, þú ert svona náttugla. Já, og líka sko ég viðurkenni það bara, við er bara opinn og þetta er bara hreinskilið podcast eða ekki að þegar það er eitthvað merkilegt að gerast daginn eftir þá ég er með að sofna og ég átti þessu sannlega. Þú er svo kvíðinn. Já, og spennt, kvíðinn og spenntur og bara svona tens. Sko ég náttúrulega tengi mjög mikið að því ég var alltaf svona, en eftir að ég eignaðist barn, þá er ég bara að vakna, hann er farin að taka upp að því núna að vakna fyrir 7, 6:30, 6:40, þú veist, bara indislegt sko. Hann var bara, þú veist, flest börn, það er oft, maður heyr alltaf eitthvað, ég var mjög stressað fyrir þessu, já, nú verður bara svefnlausa nætur og þú veist, komið barn og það bara núna say goodbye to sleeping sko, og eitthvað, herðu, þetta barn svaf hann er eitthvað nýbyrjar á þessu núna að vakna eitthvað, þú veist, ég bara eitthvað, þetta er sonur minn og þetta er æðislegt við bara getum sofið þetta út en núna er hann eitthvað, 6:30 hæ en það er svona hluti sem gera verkum fólk, eignast fyrsta barni og það er svona draum og sefur eitthvað og svo eitthvað, fáum okkur annað, þetta er ekkert mál, það er geðveikabarnir. Já, það er nefnilega málið. Segi ég vitandi það því ég er barn númer 2. Já, þú ert geðveikabarnir. Og ég var geðveikabarnir. Já. Ég veit alveg að það verður ykkur brjála, eitthvað brjála eða það kemur annað barn, sko. Hann er brjálaður. En skemmtilegur, það er það sem málið. Brjálaður en skemmtilegur. Seinna barnið verður að brjála leðilegt. Það er glata. Það er minn stærsti ótti er að eignast barn og það er hundfucking leiðilegt. Já, leiðilegt barn. Alltaf í fílu og frekt. Maður svona afsakið. Já, nákvæmlega. Afsakið barnið mitt. Já. Svo leiðilegt. Fólk kemur í heimsókn eða eitthvað þetta er leiðilegt barn. Enginn segir eitthvað, hann er krútlegur. Nei, nákvæmlega. Bara svona, já, þetta barnið þitt. Er hann alltaf svona? Svaf hann eitthvað eitt að eitthvað? Nei, hann er bara leiðilegur. Hann er eiginlega bara góður í dag, sko. Já. Við erum að fara að fjalla merkilegt ár. Já. Árið 2000. 2000. 'Cause we've been to the year 2000. The method changed but they live underwater. Sko það var, við erum búin að fá ykkur ábendingar sem að syngja mikið og að kannski að sleppa því. Þannig við vorum svolítið að hugsa að taka upp heilan þátt bara syngjandi. Það hefur enginn sagt syngja aðeins minna, það er alltaf bara sleppi. Er þetta ekki aðeins svo mikið að þú söng? Ekki að það er góða. Tóna þetta aðeins niður, nei, bara hætti þessu. Þannig að það er ekki sens. Þetta er bara, svona erum við. Svona erum við bara erum söngfuglar. Já. Tweet. Tóta litli var 16 að vera 17, ekki satt? Jú, mikið rétt. Og Tóni var 8 og var 9 sumarið. Já, þarna kynntust við. Þarna mjög skrítið. Ég hugsa, þú veist, í dag við erum vinir, ekkert aðtöðar við það. Nei. Hefðu við verið vinir þannig? Ég hefði verið handtekinn. 8 og 16 ára. Já, það var náttúrulega, ef þú veist, ef þú var ekki frændi minn, eða eitthvað svona bróðir, skilur, bara vinur minn kom í heimsókn, heitir Þórhallur, hann er 17 ára gamall, við ætlum að fara rúntinn. Hann á Bíber. Var það árið 2000, áttur Bíber, þú talar það í yfirstunni, þetta svona. Já, Símbóði var orðið. Ég eina sem myndi var orðið, það er líka annað eins að orðið verið Friðþjófur. Já, það er rétt, já. Já, ég var var það ekki aðeins fyrr kannski, maður svona fyrr, kannski 90
98. Þannig að þetta er post-Bieber. Já, þá var maður alltaf með út í sjoppu með sínbóða, buxum á hælunum. Einu sem sendi skilabóð í sínbóðum var mamma. Til að maður vita að það væri matur. Og ég var alltaf eitthvað, það er eitthvað cool í gangi. Það er eitthvað business. Ég þarf að take care of business. Hvað business? 15 ára lúði sem hangir út í sjoppu. Þú lofaðir cliffhanger í síðasta þætti. Þú sagðir að við völdum þetta ár með þess að vegna þess. Já. Að þú sagðist muna hvar þú værir áramótin 99 og 2000. Mikið rétt. Ég var nú bara heima hjá mömmu. Já. Og ég var, veit ekki akkur, en ég var snóðaður. Og 17 ára gamall. Það er pínum 2000. Já. Og ég man að frænka mín var með okkur þarna, dóttir bróður míns. Já. Þá hún hjá ömmu sinni. Já. Og ég man að ég var að reyna að útskýra fyrir henni hvað það væri merkilegt. Ég er 17 ára. Já. Ég reyna að útskýra fyrir henni hvað er merkilegt. Og hún er hvað segir? Hún er 7 ára. Ok, já. Og ég var eitthvað að reyna að útskýra hvað það væri merkilegt. Að væri komið árið 2000. Og ég var bara eitthvað, nei þú skilur ekki, hún bara mér gæti ekki meira sama. En þannig ég man einhvern veginn eftir þessu mjög vel. Ég man eftir mjög vel áramótunum 1992 vegna þess að við fórum til Akureyrar. Já. Og vorum þar í svona í íbúð sem við leiðum í, þú veist yfir jól og nýjár. Þannig við vorum manni kannski 10 daga eða eitthvað. Hvernig voru áramótin á Akureyri? Þau voru mjög góð. Það ekki? Það segir þetta alltaf mikið samt mig sem barn og líka bara mig sem manneski að það sem ég kannski fannst merkilegast við þetta alls saman og það sem eftirbyrðilegast það árið 2000 sem sagt þá breytti stöð 2 design þeir voru svona í einhver blá og eitthvað og svo færðu þið yfir svona nýtt logo. Já, nýtt logo, alltaf svona rautt og gult minni mig. Það gerist 1. janúar, þú veist, og ég var bara oh my god, það er ný öld ný tækni öld við vorum að stíga inn í framtíðina. Þetta manstu. Ert þú einn af þeim sem að segir að aldamótin, árþúsundmótin hafi verið 2000 eða 2001? Sko, það er náttúrulega komið sumra að koma upp náttúrulega að auðvitað er rétt 2001. Ok. Svona starffræðilega séð, en það voru allir bara búin einhvern veginn bara samþykja að teljumyndu bara frá 2000. Já, líka sko að því það sem ég heyr alltaf sem afsökun frá vitleysingum sem er að af því að við byrjum að telja náttúrulega á, þú veist, árið 1. Já. Þannig að það eru ekki liðin, þú veist, 2000 ár. En þá sé ég á móti, heiminum byrja ekki árið 1, við byrjum bara að telja, sem þýðir að það er til árið 0. Skilur við? Já. Og þar með Já, þetta var mikið í umræðinu, það voru margir. Við erum með... Það var vinslit hjá mörgum. Við erum að tækla the hot button issues. En ég held, maður var einhvern veginn bara, það var bara 2000 einhvern veginn. Já. Skemmtilegri tala bara. Einmitt, þá líka, það stittra í það, það var bara núna sem að, þú veist, og líka meira cool, þú veist, frá 99 til 2000. Nákvæmlega, það var svo mikið breyting eitthvað. Já. Og núna, þú veist, að sjá... bara fólk í dag eitthvað, erst þú fættur 1900 og eitthvað bara að þú segir og byrjir hvernig það fættur 90 hvað maður fer alltaf í svona slow motion í heilunum þegar maður eitthvað hvernig þú fættur það er eitthvað þú veist, eitthvað sem fættur 2000 er 25 einmitt, þú veist bara framheilin er bara búin að klára að þroskast einmitt, þú getur verið að tala við sko bankaráðgjafaðinn og bara hver þú fættur 2000 kannti verið að regla við skulum set the scene alright á Íslandi byggu 281.205 vorum ekki einu sem 300.000 Nei, og þetta með vera pínu þema í gegnum þetta ár, eða þetta tímabil ég tók eftir þegar ég var að undirbúa sko, þegar ég heili minn er pínu fastur á autopilot á 280.000 manns búa á Íslandi þegar eitthvað svona búa í Íslandi heilin fer strax í 280.000 og svo yfir í, þú veist, 300 og whatever ég þarf svona að minna mig á að því bara 280 það er svona alltaf 300 í haustum á mér ok en svo, nei, við erum eiginlega orðin 400
GSM notendur voru 142.000 í byrjun árs, helmingur þjóðarinnar. Já. Aðeins Finnar höfðu hærra hlutfall, samkvæmt talsmanni Tals. Undir lok árs var hlutfallið orðið 70%. Ég átti síma. Hvað síma? Sko, fyrst átti ég Motorola. Og hann var actually með, loftneti. Ég þurfti að draga loftneti út. Ég var alltaf að naga loftneti, var svona. Og hann var ótrúlega cool sími. Og hvort ég hafi ennþá átt Motorola 2000, hvort það var komin Nokia, hvort ég var búin að fá Nokia. Já. Sem að voru bestu símar allar tíma, Já. Snake og bara, þú veist, og þú gast bara hendus í þvottavélina og það lifði alltaf. Já. Og bara höggheldir og bara, þú veist, virkar okkur ennþá í dag. Talandi það, þá ég með þá staðinn að Nokia 3210 kostaði 13.900 krónur í Elko. Ég fengi að heyra að ég hætti með verðin að það sé leiðar þessi parturinn, en ég segi getið skít. Nákvæmlega. Getið bara ég har ekki fleiri verðsamt en bara Nokia bara af því að það má bara smáinn, það er svona set the mood, skilju. Já, líka bara mér fannst svona mikilvægt að því það við förum við erum helmingu þjóðarinnar yfir 70% þjóðarinnar að svona segja, ok, þú veist, hvað var það þá sem síminn kostaði? Ok, það er þessi 14 skall sem að allavega Nokia 3010. Samkvæmt verðlagsreiknivél Hagstofu Íslands þá samsvarar 1.000 krónur í dag 304 krónum árinu 2000. Já. Heldurðu að verðlagsreiknivélin sé upp á sliður eitthvað sem var hlust? Það er einhver einn sem að bara hlakkar, að þú býður eftir þessu alla vikuna. Og hann þarf að stoppa sjálfa sig í að hann vil ekki spoila fyrir sjálfur sér og fara sjálfur á verðlags... Ekki kíkja sjálfur. Stemt var á fíkniefnalaust Ísland árið 2000. Tótó var svo eini sem stóð við það. Já, 17 ára, ég held ég akkurat hægt að fikta í þessu vitleysið þá, Já, það af því það var komið 2000, nú er fíkniefnalaust Ísland. Það má þess geta að árið 2000 féll dómur í stóra fíkniefnamálinu og kom upp tímabil árið 2000 þar sem að annar hver fangi satt inni vegna fíkniefnabrota. Fjöldi fíkniefnabrota hafði aldrei verið meiri en á þessu. Allt saman ykkur e-pillu. Já, það er rosa mikið einmitt. Og var hass ennþá 2000? Já, það var alltaf hass, það var ekki gras. Gras var bara eitthvað fancy shit, Já, kúrekastígvél, mjaðmabelti og risastórir eyrnalokkar voru í tísku hjá konum. Já. Maður setti því, voru allar skvísuna sem þú varst að kissa. Já. Voru það allir í kúrekastígvélum. These boots will walk over me. Ég er alltaf á eldri systur sem er 6 árum eldri ég, því hún er hérna 15 eitthvað. Ég man hann eftir eyrnalokkunum, og hérna mjaðmabeltinu og hún er örugglega, ég man ekki eftir kúrekastígvélum, hún er örugglega alltaf líka. Í tímaritinu Vikan var birtur listi yfir það sem er í tísku og úr tísku fyrir konur. Í tísku var gervibrunga, hnésít pils, sexy undirfatnaður og flottheit. Flottheit? Það er þeirra orð. Úr tísku var sólarbrunga, grófir skór og druslur. Wow. En þess að geta, enn og aftur, árið 2000, það er ekki verið að tala um druslur sem slöts. Nei. Heldur drusli sem fatnaður, sem svona ónýtur fatnaður, rifin fatnaður. Larvar. Sem er einmitt það sem að ég allavega ólst upp við, þú veist, að amma tala, þú veist, eitthvað, klættur ég að drusli, eða þú veist, orðið drusla þýtti annarkvort gamall bíll eða rifin föt eða ljótföt. Bæði veginn þeir tala um sem sagt að úr tísku séu grófir skór og þar nefnaðir trömpara. Þeir segja látt ekki sjá því í trömpurum sem að reyndar ég fyllt en það en hvað, mannstu eftir trömpurum skónum? Nei, hvað það sé? Sko ég man eftir Buffalo skóm. Já. Það er kannski aðeins fyrir þarna líka. Og svona það voru X18 en það er kannski en trömparar? Ég er ekki tengið á það. Það var Moonboots Moonboots er með, já. Trömparar, ég man ekki til þessu. Það er ekkert myndað þessu eða neitt? Nei, einmitt, það var af því það var líka að tala um að eina afsökunum fyrir að vera í stríðaskóm er ef þú ert út að hlaupa. Já, ok. Og hérna þá myndast stríðaskóm. Já. En sendi okkur mail, eða veitir hvað trömpar er. Já. Þetta er bara svona, ég sé bara fyrir mig svona inniskó sem eru svona bara andlita á Trump, skilja.
svona bara svona appisinu gullir já, og svona hárið notar til svona franskur rennilás já. Nei, ég sé mynd bara, já, fyrir svona einhverja gráa inniskó eða svona einhverja, já það kemur ljós hvað þetta Í sama tímariti voru birtar hátísku uppskriftir, mataruppskriftir Í dag væri, til dæmis, þú veist, ef þú myndir sjá svona einhverja tísku það væri vegan líklegast, prótín mikið það hefur tísku, kotasæla í allt sama hvað það kotasæli ís, kotasæli Á þeim tíma árið 2000 voru allar uppskriftirnar fyrir saltfisk Það var steiktur saltfiskur með rjóma og saltfiskgratín með kurbít voru tveir af þessum Manstu hvernig borðaði sér saltfisk? Ég man einmitt þannig á 2000 og svona því og krakki saltfisk var mjög algengur, það var svona basic matur Mamma var oft með eitthvað svona saltfisk Já, það var aðalega saltfiskur sem að sér ekki lengur soðinfiskur sem að ég persónulega sé en ég veit alveg að fólk ennþá sjóðafiskur sem og svo var það bara fiskur í raspi það var svona, ef þú vilt vera pínu classy með fiskin þá var það fiskur í raspi það var ekki í dag, þú veist, bara síðustu þú veist, áratugin eða eitthvað þegar maður fær sér fisk fyrir því búð, þú veist, það var alltaf eitthvað svona í, þú veist, grískri marin eða fattar alltaf eitthvað svona, eða chili, mango eitthvað svona. En ég sko, eftir ég var faðir þá maður hefur verið hendastundum í svona bara gamaldags heimilsmat og bara soðin ísa einmitt, og rúbröð með já, og bara, þú veist, hann elskar þetta og bara svona, þú veist bara kjötbollur og bara gamla klassíkin bara basic, bara klassík sko. Ég trúi því það svona partur að verða einmitt faðir og fóruð eða þú veist að geta mánudagur, það alltaf fiskur á mánudagum þarfst ástæð til að hata mánudagi meira hér fiskur, óspennandi fiskur sko, þetta var reyndar ekki 2000 þetta var kannski ára áður eða eitthvað bara talandi fiskur á mánudagi ég man ennþá og gleymi aldrei eftir það var alltaf Dominos eða það var alltaf pizza á föstum yfirleitt Dominos það var svona búið að taka yfir en einn daginn þá mamma í útlöndum og pabbi að sjá matinu og afi í heimsókn eða eitthvað sem pabbi mömmu og pabbi kaupið fisk í matinn og ég hef aldrei verið fyrst aðeins ringlaður og vonsvikinn og bara þú veist og ég eins og sagði það liðin 26 ára ég held ég þekkti ég held að einmitt, ég held að vera faðir hver þessi maður það sem verður líka að hafa í huga er það fyrsta lagi bara krakki og þeim krakkar svona ég vil kannski hafa ekki mikið álit á fiski og sérstaklega á þeim tíma það var mikið á fiski en líka bara það, þegar þú veist á þessum aldri þú veist, vika er eilíf, þú veist, að líða það bara, þú er búin að bíða yfir að fá pizzu, skilur eitthvað svo bara og bíða eftir næsta þætti af ykkur þáttaröðu sem þú er búin að bíða í viku þú enda á okkur cliffhanger, skilur sko þetta er það traumatiserandi að ég man að á þessum föstudegi fyrstæðir stóra var það New Edition sem var í sjónvarpinu þar sem maður ekki eftir það sem mann byrja hvern dag að opna hurðina og þar er blað morgundagsins og svona köttur sem er lappað burt og hann þarf að fara að redda deginum hvað hétt það New Edition? minni það, Early Edition ég maður vel eftir þessum þáttum þetta var góð þættir eða þú veist í minningunni kannski þú komið Netflix og maður tjekka bara Pokémon kom til Íslands þú varst aðeins svo gaman nei, ég er hún 17 ára það er ekki nema ég hefur verið að hanga með þér skilur ég man, sko eftir einmitt, þetta var hann að voru 2000 Pox var í tísku ég átti risa byrðir af Poxi átti rosa flott Batman Pox og eitthvað svo er ég veikur í viku þú veist, það er bara svona eins og þegar maður er krakki og þú veist, færði eitthvað og fiskeitur kvíkasilfus að þá á 15. eða whatever eitthvað þá fæ ég heimsókn frá vinum mínu að ég er orðinn svona og veikur til þess að fara í skóla alltaf fyrir sjálf og veik en nógu hress til þess að fá heimsókn og þá kemur vinur minn og hann kemur með Pokémon sko, og hann bara, og talandi vika eiginlega liða, þannig er ég búin að vera veikur í 4 daga eitthvað og það er bara allt breytt það er Pox out, þá engin Pox allir Pokémon og hann var að sína með Pokémon-safnið sitt sko. Ég var bara, hvað er þetta? Varst þú all in bara? Ég var all in sko. Ég á yngri bróður sem er 3 árum yngri ég, þannig að við áttum mikið á svona Pokémon-spilum saman og þú veist, það var, þú veist, fóreldrar gátu spara pening þannig með að gefa mér svona og maður ætti Pokémon leiki mann, við fórum á Pokémon The First Movie í bíó sumarið 2000 sem að er skelfileg mynd en manni þótti rosa
ég fór á hana, ég og Bjartur bróðir með mömmu, þú veist, og á þeim tíma maður fannst það bara heiður fyrir mömmu að fara að fá með okkur í dag það bara eitthvað, þetta að vera verstu 90 mínútur lífs þetta fyrir, þú veist hún ekki einu sinni, þetta er bíó og þetta skilur, hún gæti ekki tekið síman og vera eitthvað að það bara, hún þurfti bara að sitja og horfa á Pokémon the first movie í 90 mínútur hugsa hvað þetta var mismundi líf hjá okkur á þessum tíma þarna meðan ég í ykkur epilupartí það var í Pokémon við erum báðir stungin í epilupartí já, það árið 2000 ég var stungin sko, ég held að ég hef ekkert verið það langt að vera stungin fyrir Pokémon þannig að kannski að lífa graf ekkert verið það þú varst með eitthvað mjög rare Pokémon þú varst með Charizard í glansi skilur, þá varstu bara að hætta að vera stungin hlaupahjól komu líka í tísku en þau voru bönnuð í grunnskólum af öryggis og geymslu ástæðum ég man að mamma fór í verslunarferð með systur sinni til Boston og hún kom heim og hún kom með svona dökkgrænt hlaupahjól handa mér og leitabróðið mitt og ég man eftir þetta var rosa sport en það var bannað í maður gæti ekki, þú veist, tekið í skólan eða neitt og öryggis og geymslu ástæðum og þetta var alltaf fyrir, ef það einhver að hlusta sem fæddur 2000 þetta ekki rafmagnslaupahjól sko. þetta þú veist, að nota þetta er bara hægri eða vinstri fótinn til fótaaflið það var bara, þú varst ekkert mikið hraðar heldur bara að labba skilur og ekkert mikið minna erfiðara skilur, þú varst bara en þetta var svaka sport sko. það var líka Harry Potter aði það var líka svona ég man að hvenær kemur fyrsta myndin? Fyrsta myndin 2001 ég fæ einmitt þarna á Akureyri jólin þá 99 fæ ég í jólagjöf frá ömmu og hafa fyrstu Harry Potter bókina og ég man svo vel hvað þetta kannar eftirminnum tíma hann á Akureyri að ég opna á bakana og ég öskra Harry Potter og þá var pappi eitthvað það eru nágrannar slaka á en að fá þau smá fisk nágrannar það er svona jólasarfisk þú veist, ég á gamalt fyrir þetta allt saman ég var ekkert í Harry Potter, ekkert í Pokémon og það þegar einmitt, þú veist þegar við tveir fullorðnir menn að það ekkert það mikið á milli en bara þú ert of gamalt fyrir Harry Potter það er bara þannig og við vitum J.K. Rowling skelluleg manneski að það er ekki það við erum bara, þú veist ég vissi það þess vegna last ekki þú eitthvað eftir 20 ár ég las milli línana þá það var engin annar að gera það þú sást leið í hvað stendi það er eitthvað vont í þessu hjarta í Harry Potter landi J.K. Rowling en trúi mér sannleikur minn koma í ljós ég veit að í dag er ég 17 ára strákur á epilum en þannig að ég kannski trúi mér ekki en býði í svona 18 ár þá vil sannleikurinn koma í ljós nákvæmlega í október, þetta er bara svona loka til þess að búa til atmosinn, til þess að svona sína hvert tæknin og samfélagið komið í október urðu Visa-kort og Eurokort Mastercard fullgildur gjaldmiðill í bónus það fyrir það var bara cash eða ávísun maður hefur þú skrifað ávísun? já varstu með þitt eigi ávísun eftir eða var það bara mömmuðinnar þú veist og síðan bara tóku kortið við og þú nei, ég held ég aldrei verið með mitt eigið ég náði því alltaf, ég er alltaf þú veist, ef maður fóð með fóreldrar sem ég búð, þú veist, ég hef séð fóreldrar mín að nota á þessu en aldrei náði sjálfur, sko og sko, gömlu hlungan þau þetta já þú var svo mikið að borga já þú veist, það var alveg og svo rifið og þú tókst afrit og þetta var ég maður því ég var ungur og ég var eitthvað að beðja eitthvað var að sníkja eitthvað og það er ekki til peningur fyrir þessu og ég skrifa ekki bara á þessu og ég held bara ég var búin að krakka the code, skilur vantaði pening, skrifa á þessu og býrð til pening þannig, skilur þú fannst upp fjársvik mjög ungur árum bara skrifa á þessu maður það var einmitt saga sem að ég hef heyrt af afi, nafni minn sem að dó þegar pappi var þetta
þetta er fyrnt og þetta var að segja, en hann var fjársökumaður. Nei, en hann var fyllibitta og sjóari og eitthvað svona, og þegar hann var fullur þá átti til að taka ávísun og skrifa nafn eitthvað sannast, þú veist, feika en svo, og það sem að fylgir að sögu það sem allir tölum var það að síðan var hann edrú daginn eftir, að þú veist, þá fór hann alltaf ef hann myndi eftir, fór hann alltaf í búðina eitthvað og borgaði fyrir sig og þú veist reyndar þetta eða einhvern veginn með djámensku biti sem betur fyrir, sko, ef það væri ávísun í dag, getur ímyndað djámensku biti maður ég trú, ég keypti heila nonnabita fyrir ávísun alltaf takið þetta ávísun eftir af mér ég rugglaði með þetta þetta bæði við sýnir líka pínu aldur að ég er eitthvað á djáminu, ég keypti nonnabita er ekki runni bæ sko næstu áratögun herðu, en eins og við nefndum Y2K 2008 mörg, fyrir þá sem maður veit ekki þá var það þannig að mörg forrit táknuðu 4 stafa ár með aðeins síðustu 2 tölustöfunum sem gerði árið 2000 óaðgreinanlegt frá árinu 1900 vanhæfni tölvukerfa, ég er að lesa þetta upp eða ykkur til að greina rétt á milli dagsendinga hafði möguleika á að rústa innviðum tölvu þrunginar iðnaðar allan heim þvert á væntingar sem birta voru áttu sér stað fá stór mistök árið 2000 en stuðningsmenn úrbóta árinu 2000 héldu því fram að þetta væri fyrst og fremst vegna fyrirbyggjandi aðgerða marga tölvuforrita og sérfræðinga upplýsingatækni fyrirtæki og stofnanir í sumum löndum en ekki öllum höfðu athugað, lagað og uppfært tölvukerfi sín til að takast á við vandamálið á Íslandi var stofnuð 2000 nefndin árið 1998 til að tekla þetta mál og hún leyst upp í janúar 2000 og það er svona pínu sko þetta vænt ekki er oft notað sem dæmi þú veist, eitthvað svona paroni og kvíða fyrir, þú veist, eitthvað sem var síðan ekkert en einmitt, ástæðan fyrir að varða ekkert er að það var gert eitthvað í því þú veist, mörg ár ég meina, fólk sá fyrir sig bara, bara núna munu verða kjarnorku styrjur bara kjarnorku flugskeiti bara munu fara á stað bara út af einhverju tölvu þú veist, villu skilur og flugvélar í loftinu bara byrja að hrapa og þú veist maður var ekkert svona eitthvað, þetta er að fara að gerast en það var samt svona það var þarna í hausnum skilja þetta var búin að vera svo mikið í umræðinni maður sagði, þetta er ekki að fara að gerast og svo, en kannski en líka sko að þú náttúrulega er kannski aðeins ungur fyrir það en þú getur ímyndaðir að vera á þessum tíma þú veist, jafnvel bara 30 og jafnvel, þú veist, eldri að þú hefur lifað þann tíma mest all lífið þetta, það eru, þú veist, tölvur er bara eitthvað svona nörda shit eitthvað, yfir það er allt tölvu í kringu, þú veist, með flugvélar tölvu eitthvað, það er alveg skiljanlegt að það er eitthvað fólk að þetta eftir að enda illa, það var sjálfsögðu þetta er enda illa þannig að þetta var alveg svona þetta var í hausnum á manni, skiljur ég trúi því maður sagði, þetta er ekki að vera að gera svo horfum út gluggann er þetta flugvéldar eða þetta komið kjartangu stiljurt Atburðir árið 2000 eftirfannir starfssettir mótmæltu og fóru jafnvel í verkfall árið 2000 kennarar, tannlæknar, rútubílstjórar og leikarar Þjóðleikhússins sem að skyggði pínu afmælið Þjóðleikhússins þann árið 2000 Má borða fisk á föstudag og þeir sögðu, nei Hver var að gera það? Segðu okkur nafnið Pabbiðin var handtekinn fyrir fiskklæpi föstudags fiskklæpi 4. mars þetta er nú eitthvað fyrir þig PlayStation 2 kom fyrst út í Japan Mr. Gamer þú náttúrulega átt PlayStation 5 og áttur PlayStation 2? Ég líka sko, við vorum mjög snemma að fá ég var að gamer á þessum tíma Tony Hawk, PlayStation 2 Það var aðra PlayStation 1 var svona iconic Tony Hawk sko, en það kom örgulega en hvað hafi verið svona leikurinn fyrir PlayStation 2 sko? Ég myndi segja að GTA 3 og GTA San Andreas voru svona, og Vice City voru iconics PlayStation 2 leikinir sko. Þeir orðinu 25 ára gammal? Heldur fokkið betur Herðu, þetta er bara komið gott hjá mér ég ætla að fara ok, 25, þeir komu út held að GTA 3 kom hann ekki 2003, þannig að það er bara 22 þú getur þess að taka munur öllu ok en náttúrulega það svona fyrir þá sem voru ekki lifandi eða meðvitund á þessum tíma, það sem var kannski mest revolutionary við PlayStation 2 fyrir
heimilin og af hverju svona margir keyptu PlayStation 2 var vegna þess að spila DFD-diska Nákvæmlega. Það svona kickstartaði líka því pínu að transitionið úr Waffa-OS yfir í DFD. Já. Manstu fyrsta DFD-disk sem þú getur? Nei, ekki svo gott. Ég bara, já, nei. En manstu síðustu Waffa-OS-spóluna sem getur? Nei. Ég bara saknaði þess að fara og leigja spólu. Já. Eina nýja og eina gamla. Já, það var náttúrulega samt alveg, við náðum alveg einhverjum, kannski 9 árum af það sem kannski leikti með DFD-disk, þú veist. Já. En maður talaði alltaf að fara að leigja spólu. Já, það var bara, þótt að var ekki spóla, það var, já, settu spólu, ég var að lega spólu. Alltaf að lega spólu. Þetta er DFD-diskur. Velkomin til 2000. Þetta, hugsaðir, það var bara klámiðnaðurinn. Bara hvað, þú veist, það var fyrst með, Waffa-OS eða... Beta, já. Klámiðnaðurinn bara Waffa-OS. Og þá bara heimurinn bara, ok. Þetta er það sem við erum að fara að gera, ok. Svo bara DFD eða hvað var hitt? Videodiska eitthvað. Já, það er allan að... Já, ég man, það var aðalega líka, síðast að gerast, þá var það Blu-ray eða HD DVD. Já. Það var einmitt svo, þeir völdu Blu-ray. Og ég man, þú veist, þetta var orðið svona mikið legend dæmi að þú veist, það kom í frétt, bara svona venjulega fréttir, að það var eitthvað, Klámi hefur valið Blu-ray. Ok. Hugsaði. 2. maí, GPS-kerfið var opnað fullu fyrir almenna notendur. Ég nota mest GPS þegar að senda fingurkoss, það var svona rati til fólks. Þetta var ógeðslega sem ég heilt á æfinu. Býta eins og opna GPS. Svo þetta til þín. Talandi fingurkossa, 4. maí, tölvuvírusinn I love you, ástarormurinn, breytist ratu heiminn. Er það ekki það sem kallar litla... Það er það sín. Ástarormurinn. Litli ástarormurinn. Það er svona ástaránamaðkur. Já, Vírusinn... Best í drullunni. Já, ok, já. Hörðu, alltaf fram. Vírusinn olli skaða upp á $20 miljardar. Og nú er gott að við byrjum á verðlagsreikjur af því 20 miljardar. Hvað var þetta? Þetta var 1000 kall var 304, þannig að bara markvöldum 3 búið að gera einfalda. 320, þetta eru $60 miljardar í út allan heim. Hann virkaði þannig að fólk fekk mail frá vini þar sem stóð kindly check the attached love letter, all caps, coming from me. Og viðhengi sem hét a-love letter from me.txt sem texti og hér kikkarinn .wav.bs og það var vírusfællin. Vírusin ferðast í gegnum tölvuna og skemmdi persónuleg skjöl, þessar hljóðmyndir og svoleiðis, fokkaði í kerfiskjölum, stal lykilorðum frá þér og sendi svo sjálfvæg til allra vinaðina í Microsoft Outlook eða hvað sem það var. Svakalegur ormur. Er þetta ekki svona síðasti... Þetta var óþekktar ormur. 5. til 7. maí, stoppfundur, þú hefur verið þarna, stoppfundur samfylkingarnar var haldinn. Flokkurinn var samrunni 4 vinstriflokka, Alþýðuflokkurinn, Alþýðubandalagið, Þjóðvaki og Kvennalistinn, til þess að vinna sem mótvægisafl við Sjálfstæðisflokkinn. Já, maður eftir stoppfundi. Hvort ég man, það var merkilega heldur en PlayStation 2 og... Kaustu Össur eða kaustu Tryggva eða hvað það hétt sem að... Já, það var Þú varst 17 eða þú labbaði bara inn og feik skilur ekki. Já. 13. maí, Olsen-bræður unnu söngvakeppni evrópska Hvað var þetta? Söngvakeppni evrópska sjónvarpsstöðva, ekki erotíska sjónvarpsstöðva. Söngvakeppni evrópska sjónvarpsstöðva árið 2000. Ég sagði nálega fyrir mig Olsen-bræðina okkur erotísku. Í söngvakeppni erotíska sjónvarpsstöðva. Heldur við, nakti með kassagítarinn. Já, þeir voru nú ansi erotíski. Manstu íslenska framlagið? 2000? Já. Fly on the wings of love. Next is Iceland. Birta. Nei, það er árið eftir.
Það er maður með svipa áhugamál og þú á þessum tíma, Einar Ágúst. Já, var það kjóllinn? Það var kjóll, já, pilsið og hlýraból. Það er 2000. Það er 2000. Legendary. Fluttu lagið Tell Me. Tell me once, tell me twice. Tell me there is no compromise. We'll be together. Klára lagið, Donni. Ekki láta hann stoppa þig. Ég vil meina, þetta mín skoðun og já, hún að sjálfsög litast af því að ég var, þú veist, á þessum aldri alltaf. Ég vil meina að þetta bara besta íslenska framlag í top 3 eða whatever. Þetta bara svo legendary allt við þetta, bara lúkið á honum. Einmitt, í hvítu pilsi, hvítu hlýrabólu með tribal tattoo. Já, tribal tattooin sem voru bara, þú varst ekki maður með mönnun en maður með tribal tattoo og aflitaður. Já, aflitaður. Frá, þú veist. Lúkkaði eins og, þetta er kannski ósmekkað og viðandi við hvað gerði svo, en þetta er bara að lúkkaði bara eins og handrukkari sem viltist á Eurovision sviðið, skilur við. Hann bara lúkkaði eins og e-pilla í mannsmið. Bara labbandi e-tafla. Já, og ég meina, hann er edrú núna og flott í honum. Já, þetta var bara. En stóð sér frábæra og Telma líka sem var hinn. 25. maí, Ólafur Ragnar og Dorri tilkynntu trúlofu sína. Þú vilt ekki gera eftirherma og það er eina ástæð fyrir settina ég sagði Tótó með eftirherma Já, þetta Dorrið mín 17. júní Ylströndi var opnuð í Nauthólsvík. Já. Annar nágrannar minn, við tölum Perluna síðast. Já. Ylströndi. Ég man eftir þessu að því flesti fara að læra þú veist, æfingakstur að svona 16 ára. Já. Ég var að gera þetta árið seinna því ég var bara ekkert spenntur fyrir að fá bílpróf eða bara alls ekki bílagaur en ég var eitthvað ég skil þig mjög vel en ég var samt að gera þetta þarna 17 ára gamall og ég man að ökukennari minn hann var alltaf með norska brjóstdropa sem er basically bara áfengi og hann hann var bara að þamba svona eina flösku meðan þú veist, kennslan var bara eitthvað ég á rúndin með honum og það var ekkert eitthvað, já farið hann var basically bara að fá sér og svo var eitthvað, hvað á að gera í kvöld og ég man eitthvað þannig að ég eitthvað, já, Ylströndin er að opna alltaf ekki kíkja þangað og var eitthvað, já, er partí er fólk að fá sér og hann byrja að drekka já, er ekki fólk að fá sér og það er ekki gaman vantar einhver hálstrópa já, ég held ég að mér þess að já, ég kláraði ekki hjá honum bílprófið einhvern hluta vegna hann var flottur kallmaður bara rúndin aðeins svo bara klikk maður bjóði smá norska brjóstrópa ég meina hann er með dræfir nokka dræfir halló 17. og 21. júní afmælisdaginn minn Suðurlands skjálftar skóku Suðurlands undir lendið manstu hvað þú varst þessar skjálftar? Ég er náttúrulega ágætt að vera að segja frá þessu en ég er búin að expósa mig að ég hef verið óþekkur þarna og það var síðast árið mitt sem óþekkur drengur. Ég man að 17. júní þá var ég búin að ekkert fara að sofa ég var ennþá vakandi frá deginum áður en það var eitthvað partí og ég var svona undir áhrifum ég skilði og ég man að ég er að fara að stíga upp í strætó og þú veist, ég var eitthvað niður í bæ og þú veist, ég var að hitta fjölskyldum minn, þú veist, þau voru eitthvað 17. júní hittu ykkur og ég var eitthvað þykist vera ekki undir áhrifum, skilju svo er ég eitthvað að stíga upp í strætó og þau bara allt byrjar að hristast og í smá tíma held ég þetta var bara ég þú veist, ég fatt ekki að vera jarðskjálfti nú er ég að deyja ég er allir að hristast ég bara og ég man að ég held ég var að deyja ég held að djamma yfir þig já, og bara basically deyjur svo, nei, það er alltaf hristast allt Suðurlendið bara ég man mjög verið eftir þessu ég man, 17. júní, við sátum á Arnarhól að harfa skemmtun á þeim tíma fyrir einmitt þessum yngri að þá þessum tíma var 17. júlí
big deal, þú veist, það var allan daginn dagskrá og á mörgum stöðum og þú veist, það var úr Arnarhóli þá var einmitt, en það sem mann betur eftir, það sem stendur meira upp úr einmitt þannig 21. júní, að þetta var nóttina, ég vaknaði við þetta, þú veist, við vaknaðum öll og það sem sterkast í minningunni það að pabbi fór á mbl.is að lesa við þetta og hann var, þú veist, bara, hann þú veist, þetta strax komið inn á, þú veist, bara tæknin í dag það bara, þeir eru strax komið með upplýsingar en þetta var svaki, maður sá að sko rúðunar bara svona sveiflast einhvern veginn og allt hristand og þegar ég átta með þetta var ekki bara ég ég var ekki þetta var svakalegt. Og varst þú þá á Arnarhóli? Í 17. júní, já, þá var ég á Arnarhóli bara. Ég var á Lækjartorgi. Bara rétt hjá Litla Tóna. Varst þetta að síða eitthvað svona skrítin? Ætli það hafi verið það sem að bjóð til jarðskjálfta. Þau komst nálægur að vera snemma og það. Það hlýtur að og ég er þess að, nei. Ekki spilla Tóna strax. Nei, þú bara klára Harry Potter bókinu síðan. 18. júlí, Decode var fyrsta íslenska fyrirtæki sem skráðu varð á Nasdaq kauphöllina. Verðbréfin hríðfjallu og brendi margur Íslendingurinn sig á að hafa keypt sér svoleiðis með vonir skjótan gróða. Hafa skal í huga verðbréfamarkaðurinn spilavíti byggt á stolnum peningi verkafólks. Ég veit ekki áhrifst þetta. Þetta merkilegur atburður. Fyrsta fyrirtæki sem skráðu var Nasdaq kauphöllina. Aðalástæðan fyrir ég seti þetta samt. Kára Stefánsson eftirherma. Ég skal segja það. Ég kann það ekki. En aftur Nasdaq eins og ég sagði í byrjun, þetta pínum 5 á þessu ári heitir ennþá Decode í mínum huga. Ég meira þess að við vorum bara fyrir 20 vorum að labba hann hjá Decode og ég Decode, þú veist, þetta heitir ekki Decode lengur. Það er rétt. Ég fastur árið 2000 í huga. Ég held það. 12. ágúst, fyrsta gleðigangan sem þá var kölluð Gay Pride gangan. Já. Manstu eftir að mætt, manstu eftir að það var heyrtum hana, manstu eftir, varstu mellupoppaðir á Gay Pride. Klættur þessu Einar Ágúst. Með svona fake tribal tattoo. Bara með túspenna. Nei, ég man ekkert eitthvað sérstaklega eftir því, sko. Bara gott mál, skilur. Já. 7. september, fjöldamorðum ísraelska seturliðsins í Palestínu voru mótmælt fyrir framan ísraelsku ræðimannaskrifstofuna á Laugavegi. Kveikt var í ísraelska fánunum. Þeir lærðu sína leksíu. Já, þeir lærðu sína leksíu. Fyrir unga fólki... Ekkert búin að vera vesen á Ísrael síðan. Nákvæmlega, fyrir unga fólki í dag, það var einu svona... En það merkir það við það, eða þú veist, whatever, ekki merkir það svona skemmtilega við það. Ég horfði að fréttir, fréttabút frá þessu þegar þetta gerðist og hver að sjálfsögðu þarna í mótmælunum sko á HC öskrandi rauðir í framan Erpur Þór Eyvindarsson að sjálfsögðu a real one. Hvenær var það sem hann kastaði Molotov, var ekki Molotov? Jú. Það var aðeins seinna, það var held ég en satt ekki mér bara árið seinna. Bandaríska sendiráðið. Já. Hann var hérna mikill mótmælandi og flott í hórum. 25. september, Vala Flósadóttir hlaut bronsverðlaun í stangastökki á Ólympíuleikunum í Sydney í Ástralíu. Enn og aftur, fastur árið 2000, ég ennþá þetta þegar það er eitthvað svona, maður þarf að nefna íslenska fólk sem hefur afrekað eitthvað, Vala Flósa er svo fyrsta. Það er ekki Eiður það er Vala Flósadóttir. Hún var svo vakalega fræg hana. Já, brons í Ólympíuleikunum, 280.000 manna þjóð, skilurðu. Það var geðviki. Já. Mjög flott. Ég bara að fatta fekk hún ekki fálkaorðun eða eitthvað svona, þú veist líka og bara... Alveg pottið, sko. Herri, hér er nú eitthvað fyrir þig. 11. október, nektarmynd á bensíndælu veldur fjaðrafóki. Svo kvölduð klámynd, innan gæsalappa, á Ólís í Hafnarfirði, fór fyrir jafnréttisnefnd. Ég ætla að sýna ég tók hérna... Hvort ég muni eftir þessu? Já, hvort þú munir eftir þessu, hvort að þú værir, ef þetta væri í dag, hversu langur tími það myndi líða þannig að þú keyrðir í Hafnarfjörð að skoða þessa mynd? Wow, ok, þetta er ekkit mjög merkilega. Þetta er, sko, fyrir þá náttúrulega sem að vita ekki hvað maður tala eitthvað, þetta er ekki einhver silikon, brons, gæla með eitthvað svona í sturtu eða eitthvað, þetta er bara óskup venjuleg mynd af venjulegur konu sem er sko, er berbrjósta út í náttúrunni að
bara að chilla í sólbaði. Ég held að enginn myndi taka eftir þessari mynd í dag. Nei, maður myndi vera bara eitthvað, þú veist, já, þetta bara eitthvað svona. Krútó? Já, bara eitthvað kona í sólbaði eða, þú veist, að lifa lífinu. Ég myndi ekki bruna í Hafnarfjörðinn fyrir þetta. Nei. En þetta fór, no pun intended, fyrir brjóstað einhverjum þarna. Ég var ekki sem að skrifa þetta niður, ég bara þetta on the spot. Kom þetta bara núna? 3 tíma svefni, ég samt bara on fire. 18. október, íslenski sjónvarpsþátturinn 70 mínútur hóf göngu svona på TV. Ástæði fyrir, yfirleitt þá myndi ég setja svona í sjónvarpsþáttakategóri whatever, en 2 ástæði fyrir þarna. Fyrsta lagi náttúrulega bara 70 mínútur ákveðin tímamót og vaskil í bara íslensku menningarlífi og þú veist að þarna Öddi, Sveppi, Pétur, þú veist, Simmi, Jói. Já, þetta alltaf fyrst bara Simmi og Jói. Já, einmitt. Og svo líka vegna þess að þetta pæling sem við lengi verið með, 70 mínútur, var það ekki bara fyrsta podcastið? Jú. Þetta 70 mínútur af 2 stundum 3 gaurum. Þeir alltaf breytt úr útastætti. Já, á Mono, 70 þeir voru frá 7 til 10, 70, En þarna einmitt, þeir bara sátu, voru að tala, voru með eitthvað svona topic eitthvað, voru samt bara eitthvað, þeir reynda voru með eitthvað svona innslög, en svo byrjuðu, þú veist, einmitt Sveppi að gera innslög. Já. Svo segja með, þú veist, eins og Öddi og þannig að þarna byrjaði þessi gaurar að þeir byrja að gera svona innslög fyrir. Einmitt. Og þetta, þú veist, þeir voru með þáttu hverjum degi. Já, einmitt. Þetta var bara skildu áhorf, sko. Þetta var það. Ég byrja að horfa á þetta þarna bara stutt eftir þetta byrjar vegna þess að Simmi frá Egilsstöðum, mamma passa hann sem krakki og þetta var eitthvað og hún eitthvað Simmi með þetta og fyrir þá sem að hafa ekki séð early edition, þú veist, þú hugsar 70 mínútur, þú hugsar strákarætti, svona eitthvað badda fjölskyldu þetta voru bara 2 tvítugaurar að tala kettlingar og sína myndir af brauðpástakjælum og tala klám og tala það, þú veist mamma eitthvað svona, ég veit hvort kannski er ekki svo sniðið ekki var að leika með Pokémon 7. nóvember, George W. Bush var kjörinn forseti Bandaríkjanna eftir nauman sigur á Al Gore. 12. desember, Bush gegn Gore, Hæstiréttur Bandaríkjanna stöðvaði endurtalningu atkvæða í Florida. Sko þetta var það stórt, ég reyndar, sko ég var skrítið barn og fylgdist mikið, ég horfði á fréttir alltaf og líka horfði, ég elskaði að því líka bara aðlóta af uppistandinu. Þú veist, Jay Leno og þú veist, það var mikið verið að tala þetta og ég man mjög skýrt eftir því að verið ég var í heimilisfræði, það myndast eitthvað svona umræða millir mín og kennarans þetta eitthvað og ég kem með eitthvað punkta sína bara styrfa Jay Leno og hann eitthvað góðu punkt Áttur við? Ótrúlegt satt, já. Ég skilði það ekki heldur en einhvern veginn þá loka atburður við skulum ekki fara að leika út í það ég átti sko meira 2 ég var alveg vinsæll sko svona, ekki vinsæll sem popular en þú veist ég var svona 8 marka og voru þeir svona skrýtnir líka einn af þeim var mjög skrýtnir en ekki, þú veist en þessan áttu við saman en ég átti líka mjög cool fótboltavinni og handbolta og eitthvað svona ég var ekki þetta var svaka ár Þetta var svakalegt maður. Við skulum hoppa í kvikmyndir og það það stendur hérna við sem að fara í spurningarleikin Mega Quiz 2000 Movie Extravaganza það sem að ég segir stuttan söguþráð og þú giskar hvaða mynd sem kom út árið 2000 Ok, nice Tilbúin Hitler fer á Hótel Sögu Hitler fer á Hótel Sögu? Já, árið 2000 Wow, Ég er ekki að fatta Englar alvegis Já Við erum vispen á Kleppi Vissan að syngja Auðvitað maður, hvað er að mér? Næsta mynd, hvað er þessu? Ofurhetjur í leðri Já Nú er ég að blanka á nafninu bara En ég veit hvað það tala X-Men Nákvæmlega 3. mynd, hetjan þín skemmir stórhátíð Hetjan þín, Tótó, hetja Tótós Skemmir stórhátíð Skemmir stórhátíð Hver er hetjan þín? Grins Heldur betur, How the Grinch Stole Christmas sem, notabene, talandi um aðan
ég og bróður minn fórum með mömmu minni á í bíó og hún sofnaði og við vorum, sko, það var merkilegri atburður heldur en myndið sjálf, við vorum bara eitthvað, hvernig getur þú þetta er Jim Carrey og þú sofnar nýkomin og búin að vinna þú veist, 8 tíma vinnudag mjög skiljanlegt Bæjarotta með mommy issues Íslensk mynd Bæjarotta með mommy issues Já, stór íslensk mynd Var þetta 100 Reykjavík? Heldur betur 100 Reykjavík Ég man að það var rígur þannig að milli Englar Alfonsins og 100 Reykjavík rígur milli Baltas og Kormáks sem leikst í 100 Reykjavík og Friðrik Þórs vegna þess að það var hann fórætt að senda inn sem hérna í Óskarinn og ég man eftir að þeir mættu í sjónvarp og voru að ræða þetta og Friðrik Þórs sagði mig, þú veist að einu sinni ég man ekki hvaða mynd að þá hafi verið eitthvað svona rígur hann steig niður og hann sagði, þú veist, mér finnst að Baltasar ætti að gera það sama eitthvað og Baltasar eitthvað, Balti maður tippa á maður þarf að fá Óskarinn var þetta ekki bara fyrsta kitsu sá tippa á heima? Já var ekki, Myrka hefði ekki nári áður kannski hann verið þar þetta var já, ok svo náttúrulega, svo talaði hann fyrir íslensku útgáfuna Pocahontas, hann hefur kannski náðu að trúða heyrðist í tippur Vinur á grænlensku Igingút ég svo hann í bíó, ég mætti einmitt það voru stelpur í bekknum sem voru með danssýningu í Háskóla bíó og ef þú mættir að þá var frísýning á Igingút eftir það og ég var bara, ég að mæta og það vera allir úr bekknum, ég var svo eini á bekknum sem mætti og sá Igingút, góð mynd Total já, íslensk mynd stór íslensk mynd sérstaklega bara svona hefur elst mjög vel og mikið Total já, ég er ekki að fatta íslenski draumurinn hann var að fá enganúmer fá Tóti, það var ekki til Ópa, það var ekki til Total já, búin nema þessi já, íslenski draumur klassík, heldur betur lokamyndin andlega veik kona drepin af ríkinu semi-íslensk, ég skrifa svona að hún er semi-íslensk? Já, hún er ekki alveg íslensk en íslenskur aðarleikari ég veit ekki Dancer in the Dark já Björk þá var það verið árið eftir þegar Svanakjóllin já, einmitt Frægi já, það var bara mörg ár sem að fólk þekkti þannig bara út já do you know Björk? Yeah, but the swan dress það var svona iconic fashion moment sko. Annars kom myndir út eins og Óskarböð þjóðarinnar, Fiasko, Mission Impossible 2 Meet the Parents, Scary Movie Nýstílinn keisarans myndir sem kom út þetta árið og voru tilnefndar til Óskarsins næsta ár voru Gladiator, Crouching Tiger, Hidden Dragon Gladiator Billy Elliot syngt á erotísku sjónvarpstöð Gladiator já, Billy Elliot og eitthvað svona svo sem vann Óskarinn þetta árið, við erum að tala um það að 99 er talið svona eitt af bestu bara kvikmyndaárum allra tíma það sem vann þetta árið fyrir árið 99 var American Beauty herðu, það er tónlistin vinsælasta lag ársins, ég fann ekki íslenska listan en í Bandaríkjunum þá var vinsælasta lag ársins var lag sem kannski spila á bylgjunni og léttbylgjunni en við sem Íslendingar kannski erum ekkert mikið að tengja og það er Breathe með Faith Hill I can feel you breathe it's washing over me svo nummer 2 og 3 voru að sjálfsögðu Smooth með Santana það var svona gamalt og Maria með Santana líka Santana átti árið 2000 sko. önnur lög á vinstalistanum var Who let the dogs out Herðu, vissur raunverulega hvað þetta lag fjallar um? Já. Þetta er ekki fallegt. Nei. Þetta er ófríðar konur. Heldur betur. Who let the dogs out. Þetta er nú ljótt. Sko, ég, þegar maður er svona eldri og eitthvað, hefði maður þetta giskað, þá var þetta, hefði maður giskað, þú veist, þetta sé akkurat þetta sé perras á klúbnum með eitthvað, svona, who let the dogs out. Já, nákvæmlega. En þetta er ljótar. Já. Can you take me higher með grít það var svo geggar þetta með höfulega I try to walk away and I stumble oops I did it again já
Your skin your skin yellow maður ef fólk gæti bara sé innlifuna í andlitinu á þig þegar þú varst að syngja þetta þá myndi að skilja hvað erum að syngja Fuck the Pain Away með Peaches Sucking on my titties like you want it og svo lag sem var iconic árið 2000 og 2001 en fólk kannski man ekki eftir í dag nema, þú veist, það var mikið kannski lifið á svona handboltaleikjum og eitthvað næstu 10 árin en það Played Alive, the bongo song það var svakalegt mest selda plata ársins var meistaraverkið The Marshall Mathers LP sem að ég var nú bara viðurkenna með semi-klæp, samt ekki ég stal þeirri plötu af systur minni úr hérna, hún átti mikið safn, stórt safn af þessu? Nei, ég held að hún hafi svona grunn en þetta er fint því man í alvörunni hvernig ég heyrði í Eminem fyrst var í Strætó í Breiðholtinu, Seljakörinu og ég man hvað ég sat í Strætónum við veit ekki á hverju og það bara svo strætisvagna bílstjórnum var að hlusta útvarpið og það kemur My Name Is og ég held að þetta var kona ég man að því ég vissi ekki hver það var og ég bara heyrði My name is ég bara, geggja maður, hvað er kona who that? að því náttúrulega, kannski ef það eru einhverjarna sem eru yngri og kannski bara ef við nefna nýjur, þú veist, hann með svona í dag þú veist, en hann byrjaði sem mjög svona high-pitched ég bara held að þetta var kona Íslandslög 2000 hvar ég Írafár Buttercup til hvers að lifa þarna alltaf þessi menning þarna sveitaballa stemningin hérna, hvað hétu tónleikarnir áramóta, aldamóta bændin það var hann Írafár, Skítamóra Buttercup á móti sól, maus og eitthvað svona Skítamóral ennþá án þín Sverrir Bergman, ég verð að segja, og nú þetta er ekki diss full respect Sverrir Bergman full respect á þetta lag, ég held ég hef heyrt tala þetta endalaust enda risalag, ég var að rifja þetta upp í gær og ég var með annar mannsku og ég var bara eitthvað, ég held ég hef aldrei heyrt þetta og hún eitthvað, what, eitthvað hvernig það hægt? Þú veist, og svo spilaði ég þetta svo ég á pás og ég bara eitthvað settu byssuðið á mér og sagði syngdu það sem þetta bara einhvern veginn næra ekki að festast en ég held, eins og hún nefndi, hún eitthvað þetta er aðal útilegulega, ég er ekki útilegugur þannig að það er kannski þetta var bara svo, þetta var spilað út allt já, ég bara, þetta einhvern veginn bara svo kom Tvíhöfði með grín útgáfa þessu já ég gæti lift heilli þóttavél án þín það er geðveikt svo er það sjálfsögðu persónalt fyrir þig, þóttu vilja kannski fara í það vegna þess að þetta er partur af uppistandiðinu sem þú ert í gangi með núna og þetta selja miða á bráðum og en það eru XXX rottværir hundar með lagi Begla og ég segja það satt að ég segja hvað fyrstu mömmuðinu reyna við Begla og þér er ekki boðið og þar startaði mitt bíf við rottvælir sem var bara svona Biggie Tupac Íslands við skotar á sér þannig að ef þið viljið heyra það mæta á uppistandsýningunum mína segja hvað fyndi miðin á en já, árið 2001 fjallu íslensku tónlistarverðlaun niður að sögn vegna áhugaleysis og svo bara það síðasta sem hættir að segja um tónlist það árið allavega á Íslandi er að Elton John hélt tónleika á Íslandi þá erum við komin á sjónvarpinu áramótasköpið 2000 að skrifa Eddu Björgvins og Randver sem að þú vildi fá út úr spaukstofunni skrifaði manns eftir áramótasköpinu 2000 Býtu, er þetta sem hún gerði Edda Björgvins? Hún skrifaði með Randver Þórhildur Þorleifsminnum með hafi leikstýrti af því Edda hún leikstýrti svo eitthvað það getur kringum þann tíma ég lék í því áramótasköpi eða þú lék í, ég var svona eitthvað statist eða eitthvað hvort ég hafi samt fengið var með línu sko, ég held ég var þjóðn og var eitthvað svona Guði aðstóð Þú ert að komast að hvað ár þetta svo við getum og ég lék eitthvað brúðu ég var svona sást ekki dými en ég var hreyfingin sko. Þú varst bara Mr. Áramótasköpir bara 0 en ég var hana
Skjár 1 reiði feitum hesti, Silfur Egils vann Edduverðlaun fyrir besta sjónvarpsþáttinn og Erpur Eyvindarsson sem var með þáttinn Íslensk kjötsúpa var valinn besti sjónvarpsmaður ársins. Íslenska sjónvarpsfélagið eigandi Skjás 1 stækkaði vissi og keypti meðal annars Japís. Það er spurning hvaðan peningar eru komu. Engin veit, það kom aldrei ljós. Við kannski árið 2001 munum fjalla kannski þann ár. En hér erum við komin að spurningaleik. Mega Quiz 2000 TV Extravaganza. Apríl 2000 gerði Gallup ítarlega dagbókakönnun á áhorfi Íslendinga á aldrinum 12 til 18 ára á íslensku sjónvarpsefni. Þeir birtu sér niðurstöðunar, það voru 33 þættir og spurningaleikurinn er þessi. Ég nefni sjónvarpsþátt og þú voru að segja mér, voru þeir buzzin sem þýðir að þeir voru á top 10 eða voru þeir mid sem þýðir að þeir voru á bottom 23. Ertu að reyna að ná til út? Ég er að ná Gen Z og Gen Alpha kynslóðinni. Það er alveg sæðilegt. Við skulum byrja einfalt. Fóstbræður voru þeir buzzin. Þeir voru buzzin. Þeir voru í þriðja sætið með 58.551 manns ára. Maðurinn nefndur, buzzin eða mid? Buzzin held ég. Maðurinn nefndur var heldur betur buzzin, 9. sæti. Maður nefndur, þú spyrir áttur vina eitthvað svona, þegar ég var 8 ára yngri, ég fucking elska maður nefndur. Ég satt, þetta var alltaf sínt fyrir fréttir, eitthvað, og ég satt og horfði og ég sé ekkert hvernig þetta, þú veist, þetta var bara einhver 2 gamli kallar, alltaf 2 gamli kallar, að tala saman eitthvað og ég fucking loving it. Wow. Komiski klukkutíminn, buzzin eða mitt? Já, með Bjarna, ég held ekki buzzin. Hann var mitt, en 12. sæti, hann var nálægt að buzzin, mjög nálægt í. Með hausarkum helgar, buzzin eða mitt? Buzzin. Hann var mitt, 15. sæti. 17.982. Það var nú meiri þátturinn maður. Bara fyllir í... Vallisbort, blindfullir. Bara fyllir í brjóst og... Já, gefandi sílikon aðgerðir brjóstastækkanir og... Bara hálfur þáttur í dag, bara cancelled. Já, þetta er ekki... Þetta var svona íslenska útgáfan af The Man Show með Atta Carolla og Jimmy Kimmel. Nýjasta tækni og vísindi, buzzin eða mitt? Alltaf buzzin. Buzzin heldur betur. 4. sæti, 48.000. Loka þátturinn teikni leikni sem var það sem að Vilhjálmur Góði og Hannes Trommari fari í Pixonir og Exonir. Var hann buzzin eða mitt? Á Skjá 1 mitt. Já. Hann er örugglega var mjög nálægt yfir að buzzin. Hann var í 22. sæti. Nei, ok. Í fyrsta sæti var þátturinn Þetta helst á RÚV sem var spurningaþáttur 85.305 manns og í lokasæti 33. sæti Top 20 sem var á Skjá 1 og var með 1535 manns. Ef þetta podcast myndi fá 1535 manns, við erum hætti og þetta er eina sem við gera. Bara frá fjölskyldunni. Bara nákvæmlega, við erum podcaststjörnur. En á þessum list, þetta er alveg áhugur listi en á mentar líklegasvegna sem voru ekki byrjar á Milli himins og jarðar með Steinunni Ólinu. Já. Djúpalögin. Já. Þann byrjaði árið 2000. Þess vegna er hann ekki á listanum. Varstu einhvern tímann í Djúpalöginni? Herðu, ég var með uppist. Ég er mitt. Vissir. Já, ég hef aldrei séð það. Ok. Að því ég fekk kvíðakast. Já. Í beinni útsendingu. Og sko, ég vildi aldrei sjá það en ég man að bróður minn tók þetta upp og hann var ekki, þetta er ekki einslæmt og þú ert að ímynda þér þetta. Það var ekkert gott, skilur. Þetta var ekki, en sko málið er að þetta var svo, ég var svo stressaður, þú veist, ég hérna með hvítt blað, ég var svona ég var svona hvítur í framann af blóðleysi bara, þú veist, það var bara, ég var svo stressaður og það var ekki farið almennilega yfir, þú veist, hvernig þetta allt var, skilur. Já. Þannig að ég farið hérna á, þú veist, það sem að eitthvað X, skilur, teipa á gólfinu, standa þar og svo beið ég eftir að ætti að koma, þú veist, 3, 2 og svo, en það sem ég veist ekki að ég fó beint inn í live útsendingu, þannig ég fer stend kjör á X-inu til að bíða eftir að þú mátt byrja, skilur en ég er byrjaður, þannig að basically er ég bara ég er beint í útsendingu og bara staðar og segi ekki orð og svo segi ég eitthvað svona panik bak við myndaðulega svona, þú veist, gera handarhefingar, segja þau eitthvað, skilur og ég já, og þá fór allt úr hausnum sem ég ætlaði að segja ég myndi ekki eitt orð og einast í manni ég var ekki já, það er bara uppistand í gangi og ég
ég man ekki hvort ég hafi náð að segja eitt brandara eða ekki og ég var þarna til að promóta eitthvað uppistand sem voru Kringlukrónni og ég held að eina finna sem ég náði að segja var eitthvað ekki missa Kringlukrónni eitthvað, ég verði ekki þar þú veist, það búið að reyka með eitthvað skilur og svo bara, þetta var hræðilegt en svo fór ég niður í bæ kvöldið og það var eitthvað sem þetta var snild hann hélt að ég hef gert þetta viljandi skilur og hélt að þetta væri bara eitthvað svona súr húmor skilur og þetta var snild og ég já þetta var alveg planað ég anti-Kaufman Íslands en ég hef aldrei getað hort á þetta og ég veit ekki hvort ég vilja og veit hvort þetta sé tilhugstaðar eða ekki þetta var hræðilegt þetta var samt, þetta er hvað 2005 eða þú setur eitthvað svona er þetta fyrir Fyndast maður Íslands? Já, þetta er rúglega 2003 Já, ok, það saman 2003, eitthvað svolítið þá var ég bara búin að gera uppistand einu sinni eða eitthvað og svo bara næsta gig var live þú veist, bara live í djúpulauginni Gjössan bókstaflega fór í djúpulauginna Já, og svo held ég 2 gigi viðbútt og þá fór ég á Nei, ok, þá var reyndar að setna þá var ég með uppistand á DVD-disk uppistand 2006 og þar var ég með þess að með sko blað upp á sviði ég að lesa blaði og gera eitthvað grína því ég með hjálpa að tekja en þarna þú veist að því það var ekki mikið í gangi skilur ég var bara búin að vera með uppistand 5 sinnum á 5 árum skilur eða eitthvað maður var ekki í gegn formi skilur Nei Wow, já, en ég held að það var ágætt, kom alveg ágætt lút sko. Sem betur verið að tíman er breyst Já, miklu meir í gangi og oftar og fólk aðeins æfðara kannski þegar það fer En við höfum snerpin á persónulega lífinu okkar á þessu ári en er eitthvað meira svona var eitthvað sem stendur upp úr? Nei, ég held að þetta var bara nokkuð gott sem við erum búin að fara yfir sko. Hvenær fórst í þrísom og mamma þeim bankaði upp á Mamma, ætlaði ekki verið hana bara Minnir eins og þú að tala um þú að verið 17 eða eitthvað Já, það er pottitt 17 eða eitthvað Mamma Ég fór ekki í þrísom árið 2000 en ég flyt eins og svo mörg ár áður og eftir á því ári í apríl eða mars minnum mig Tómasarhaga býð þar til sumarið 2001 ekki 2 árum eins og við talaðum í síðast ári og er bara að vera 7-8 ára krakki bara 7-8 ára já, heldur betur bara í Grandaskóla eitthvað, leika í Men in Black leiki út í skoði og eitthvað bara svona og horfa maðurinn nefndur við skulum samt tala við vorum að tala um að eiga leiðilega krakka þarna voru fóður þínar í rugla það er leiðilegt barn við hefðum ekki átt að eignast annar barn já, hann er ekki, fólk tala um leiðilega það eru þú veist, eitthvað svona æstur og leiður og frekur eitthvað hann er bara boring hann bara situr er barn okkur að horfa maðurinn nefndur það var eitthvað við það en það, enn og aftur, ég tala um að hérna 70 mínútur fyrsta podcasti eitthvað, maður nefndi hvað svona podcastist, það voru tveir sjómlara stóð það í lýsingunni næst á dagskrá er maðurinn nefndur þar sem 2 sjómlar hæða saman hann er svolítið að taka vita við einhvern hæstaréttum dómara eða eitthvað 2 sjómlara að rissa yfir sig þeir voru bussin það er alveg hérna döðsvöll, við skulum þá fyrst ekkert meira að segja talandi maður nefndu, ég skal veða við þig að svona 90% af line-upinni og dó allir í þættin við lækum róminn, lækum byrtina, lækum allt döðsvöll árið 2000 14. janúar, Charles M. Schulz skapari Peanuts eða smáfólksins smáfólki 10. februar, Jim Varney Ernest já það voru nú mynd æskunnar hérna Ernest Scared Stupid ég held að það sé svona svo sem ég kannski séð oftast það var svo sem els best var Ernest Goes to Africa það er eitthvað sem eldist mjög vel
endilega YouTube-ið Ernest Goes to Africa, þið viljið sjá mynd sem stennist tímans. Já. 21. mars, Magnús Ingimarsson, íslensku tónlistarmaður. 1. júlí, þessi var alveg uppáldi á mér á þessum tíma, sko. Ég reyndar frétti ekki af dauðsfallinu hans aldrei. Walter Matthau, leikari, af því hann, og þú veist, hann var gáð kall. Það var aðalega, hann lék hérna Old Grumpy Man á þessum tíma. Grumpy Old Man. Hann og Jack Lemmon. Já, einmitt. Það var mjög vinsælar myndir. Já, var miklu uppáldi á mér. Hann var hérna hérna ekki Wilson, nágrann í Dennis the Menace, þú veist, eitthvað svona, hann var alveg, þú veist, hann var miklu hann var buzzin hann var með Skippity Ohio Toilet Riz 5. ágúst, annar leikaralegend Alec Guinness og 7. nóvember Ingriður Danadrottning Dronning Ingrid en þetta eru, já, svona döðsveldin allavega sem ég fann á Wikipedia. Já, skemmtilegustu döðsveldin. Þú veist, maður vill ekki núna er ég pínu svona tvísfrá með þetta því að síðast enduðu við á einhverjum fjöldamorðingja sem drap einhverja hjúkur. Við skulum ekki endur taka. Engin skemmtileg fjöldamorðingja 2000. Nei, því miður, það var ekkert. Þórhallur, við skulum ljúka þessum þætti. Já. Ertu með eitthvað til þess að plugin? Þú ert að stefna á Guinness World of Records, eða ekki? Jú. Þú ert að kissa 8 konur á 800 dögum, eða ekki? Og það... Aldrei verið maður kist í allt lítið. Giftur maður með patt? Já. Það er að kissa 8 konur á 800 dögum. Hvað ert að plugga? Bara, þú veist, ég er alltaf bara á málamenningu á 50 dögum. 50 dagar klukkan 6 á ensku. Já, ef langar að prófa uppstand, þá bara hafa sambandi með. Erst þú með eitthvað í gangi? Bara, þú veist, farið á leiguna og leigið Eins konar ást og aðra myndir. Eina gamla og eina nýja. Það er ekki Eins konar ást og webcam. Herðu, ég gerði myndband á YouTube. Það er á ensku og heitir I made a movie and everything went... I once made a movie and everything went fine. Já. Og sko, YouTube leitavélin er náttúrulega í algjöru rusli. Þannig að Google bara Sigur Anton eitthvað. Það, by the way, ég googlaði talandum. Ég googlaði Sigur Anton daginn, eða þú veist, í gæri eða whatever, til þess að því ég var að reyna að finna þetta á YouTube, þú veist, hvort það kæmi upp og kom ekki á ég. Við sko, fyrsta niðurstaðan fyrir Sigur Anton það er klippa úr podcasti þínu og Arnórs, þar sem að Arnór spilar klippu af mér, leikinn af Arnóri, að hringi hann blindfullan, ég væri blindfullur og hann er að það er fyrsta sem kemur upp. Það er fyrsta sem kemur upp og thumbnailið er þið og svo svona stór mynd af mér með eitthvað svaka svipa á uppistandi og stendur web scam og spurningamerki. Þannig að þú getur íma, sko, myndbandi heitir I once made a movie and this fire. Það er á ensku af því ég svona, ég er mjög gaman á svona sögum low budget komið að gera og svoleiðis. Og þetta er svona, ég ger þetta ensku til þess að hver sem ekki hætti að horta á. En þú getur ímyndað þér, það er einhver manneska sem sér þetta og er eitthvað, ég ætla að YouTuber að gaur. Og fyrsta sem að færi upp er mynd af mér eitthvað, og svo bara eitthvað webscam. Já, ég kannski horfa ekkert á þessa mynd, kannski þetta er bara eitthvað. Sorry. Við segjum þetta gott. Guð bless ykkur, bless. Þetta var tímavarpið. Tóna og Tótó.